Alright. I'm back. I'm back, bitches. I'm better than ever. Jó, ég komin aftur. Langt síðan þú verið hérna senast. Já, það svolítið síðan, þannig að ég varð að koma aftur. Hvað langt síðan samt? Það langt, fyrir jóla, ekki? Jú, þátturinn kom út hvenær í janúar. Var það í janúar? Já, við tókum upp fyrir jól. Nei, fyrir ármót. Já, tókum upp hana fyrir ármót. Wow, crazy. Tíminn að fljúa. Time flies when you're having fun. Það verðist vera. Ertu ekki fyrsti gesturinn sem kemur aftur? Já. Jú, fyrsta comebackið. Já, fyrsta comebackið. Fyrsta comebackið. Sælir. And I'm coming back with a bang. Já, true. Já, ég var að passa að vera nær mæknum. Heyrið betur í mig núna. Já, við gleymum stundum að segja þetta við, en þetta er bara tilbúið raw. Yes. Raw and unfiltered. Við erum að passa að allir heyri nógu vel í þér, sko. Já, það er rétt út af því ég er að fara að segja ykkur alveg mjög skemmtilega hluti. Áhugaverða hluti, sko. En hérna, áður við fyrir mig topic dagsins, þá ætlum við að spyrja þau, Jóhanna. Þetta er graf alveg spurning. Já, við erum oft búin að vera að skjóta á því svo þætti hérna. Komið með það. Ertu búin að smaka tebasröfun? Stelpur, ég borða ekki bragðaref. En, býði. Já. Ég er að fara á E-State í vikunni. Nei, það er fimmtar. Ok, ég er að fara á E-State núna að skoða bíl. Og ég ætla ángríns að smakka tebasröfun. Ég ætla að láta Geir að fá sér hann, af því að hann vill smakka. Og ég ætla að smakka. Og það er stórt, af því að ég hef aldrei á ævinni fengið mér bragðaref. Og ég hef aldrei á ævinni fengið mér Oreo. Svona alltaf leiðir þetta misskilningi að ég borði ekki Oreo. Að þá hérna... Ég veit ekki hvort ég borði Oreo, af því að ég tók... Hún hefur aldrei smakkað, já, alveg. Ég tók ekkert sem hann ákvörðun þegar allir voru að hæpa Oreo. Ég þarf ekki annan hlut í lífum mitt sem er óhaldur og mér finnst góður. Oh my god. En þetta er bara eitthvað, ég er samt alveg til í að við getum alveg tekið eitthvað sem hann smjatt og tjatt og ég smakka Oreo. Já. Það er okkur mikið sem við getum tekið. Já, þú mætti smakka. Já. 100% sko. Jó, er mjög matvönd. En ég er að verða betri. Já. Ég er að verða betri. Ég er þroskast helling síðan við kynntumst líka. Já, ég er alltaf að smakka nýja hluti sko. Þannig að next up er ángríns tebasröfurinn. Ok, gott. Og ég tók þessa ákvörðun eftir að ég hlusta á þáttinn. Það sem þið nefndu þetta, ég bara, nei, ég verða að smakka svo ég geti sagt það að smakkað og svo geti bara mynda mig sko. Við erum alveg ekki byggðum mikið, bara fólk sko smakka. Já. Að því að við tökum allum skoðunum eftir að þessi búið að smakka hann. Getur gert skoðun fyrir. Nei. En við höfum líka aldrei heyrt neitt neikvætt eða leiðilegt eftir að þessi búið að smakka hann. Nákvæmlega. Ég sendi ykkur live taste test. Já, ég mjög spennt. Geggjað, geggjað, sko. It's a plan. Því að maður hefur heyrt að fólk sér svona, netusmjör í bragðaref. Mér finnst alveg áhugaverst, sko. Og já, en svo smakkar fólk það. Þú bara alveg netusmjör, ekki? Jú, mér finnst það að þú veist, alltaf lægi. En þú veist, ef þú farið svona skýrskáli eða eitthvað, nei, má ekki vera netusmjör á henni. Já. Það má alveg vera, sko. Þannig að ég held mér alveg finnast hann góður, sko. Ok, flott. Geggjað. Good to know. Yes. Þannig En ég læt ykkur vita. Ég kem með alveg bara honest review. Og hvað ísbúið höfpallari? Ég held ég fyrir Grafavogin. Já, næst heimilinu mínu, sko. Já. Ég hugsa, næst þér, já. Ég hugsa að það verði... Það er svolítið langt fyrir að fóra þábúð. Ég fer alveg þangað. Já, ég fer alltaf þangað því ég fer. Ég er alveg mikil ískona, sko. Það er bara langt sinni ég farið andla búið að vera kalt og svona. Já. En með hækkandi sól að þá byrjar e-season. Það er e-season, sko. Já. God damn. En það er líka good skincare season. Það er alltaf good skincare season. Hvað er uppáhaldsvaran ykkar frá Lauga Spa? Hvað spurning, Jóna? Það er ekki hægt að velja einar, sko. Nei. Eins og við ræddum þegar Birgitta var hérna. Það fer svolítið eftir bara svona tímabilum og hvar maður stendur einhvern veginn í lífinu. Þegar stundum er bara svona, stundum er maður þurrari framann og þá leita maður í edrópuna. Stundum er maður ekki mjög jafnan húðlit, þá vill maður setrópuna. En stundum, þú veist, er maður bara svona, eins og bara svona, líkamsvörðunar, skilur Já. Það er svo misjáft. Svo verður maður alltaf líka, það er svo mikið key að vera moisture með moisture í líkamshúðinni. 100%. Og sérstaklega þegar maður er óléttur. Algjörlega. Ekkert betra fyrir bumbuna heldur en góður raki. Þess vegna get ég sagt núna, en ekki þess að þáttu kemur út. En núna, þá ef ég mætti bara velja eina vöru til að taka með mér á Iðju, þá myndi ég að taka bodyöglið. Líka eftir að það er ógeðslega gott að næra húðina eftir baspur líka, sko, meðan hún er að ganga saman og svona, það er geggjað, sko. En ég er svolítið svona að skipta favorites. Já.
Ég elska líka að nota healing balm sem svona body basically body lotion sem ég bara smyrði á mann og það er líka bara geggja sem bara svo smá nuddolía sko. 100%. Þetta er bara svona, þetta er svona eins og vax og svo verður það svona mjúkt. Já. Ég þarf að prófa það. Já, það er mjög næs sko. Það er mega næs. Hljóma vel. En eitthvað, skellum við í topic dagsins. Topic dagsins. Gossip Girl. Þegar það beðið þetta af Tebos gesti. Það er mörgum. Já, mörgum. Margóft. Elska. Tebos gestum. Elska. Og þá fannst okkur tilvæli að fá þig með af því að þú ert Ég fan, sko. Ekki? Jú, ég bara grét daginn sem þetta datt út af Netflix. Já. Og hvenær datt þetta út? Ég held að það verið 1. janúar. Bara áramótin. Núna? Jú, það er ennþá bara alltaf að horfa á þetta, sko. Hún horfa á þetta bara reglulega. Jú, þetta var bara svona my go-to á kvöldin. Þú veist, mér er svo gott að hafa eitthvað í gangi. Alltaf Gossip Girl. Bara hlusta á mitt fólk tala saman og menn í safnaði með alveg bara síðan í kynstíðar alltaf þegar maður gist saman það er alltaf Gossip Girl á kvöldin best sko það er best hvað er langt sér, hvað heldur þú sér búin að sjá þetta oft svona? Ég hef alveg farið kannski svona 3-4 svona gegnum allt eða eitthvað en ekki oftar held ég ég er ekki alveg jóa sko hvað ætli ég sé, ég er örugglega komin á báðar hendur að telja sko þetta er alveg vandræðalega oft sko þannig að það er precious alltaf þegar ég tek loksins marathónið Já, þetta eru geggjað þættir þeir eldast líka alveg vel þó að það sé alveg ymsir hlutir í þessu sem eru allt öðru sig í dag sko, bara svo símatnir maður er bara svona krútlegt Nei, ég held ég segja sama, ég held ég svona 3-4 sem ég segi þetta allt í gegn En svo, ég oft svona dottið inn á einn og einn kannski en ekki, það langt sér tekið alveg marathon í gegn Já, sko. ég tók síðast, það var þegar ég var í Englandi það er örugglega svona komin 2-3 ár síðan en samt, þú veist, en þá var það einmitt í 3. eða 4. skipti, þú veist, þannig að þetta er allt fest í minningunni. Þetta er geggjað þættir, sko. Eitt sem ég finnst Gossip Girl ekki fá nógu mikinn kredit fyrir, sem ég tók eftir þegar ég horfði á þetta núna aftur fyrir svona cirka 2-3 árum, er tónlistavalið í þessum þáttum er trillt. Heyrðu, já. Það er fáránlega velgert. Já. Manneskjan, þú veist, mér finnst stundum bara ekki vera nógu mikið kredita fyrir tónlistavalið í þáttum, að því stundum er það bara svo ógeðslega ombrand og hefnast svo vel, stundum er það svo ógeðslega mikið flopp, sko. Já, en maður tekur alveg eftir, maður er svona, hvað fugglarhljóðslag er þetta? Týndur ekki að borga smá fyrir eitthvað lag? Ángríns, en mér finnst eitthvað svo gaman, þeir veldu oft lög með Leighton Meester sem að Leighton Blair. Nei, sko, ég elskaði lögin hennar Leighton Meester. Ég var svo mikið Blair-fan og ég bara, þú veist, ég átti bara svona bók sem ég skrifaði upp alla lyricsina úr öllum lögunum. Oh my god, elska. Það er ekkert eitthvað geggjur lög samt skilja, en ég var bara, wow. Svo sætt eitthvað, þú veist. En þau bara náðu að matcha momentin og tónlistina á eitthvað annan hátt. Mér finnst þau bara allan að framúskarandi. Algjörlega, þetta var bara on point, sko. Já, 100%. En ok, áður við fyrir samt bara onni í þetta, þá er bara eitt sem við þurfum svolítið kannski að disclósa á hennum byrjum. Þú veist, erum við að fara að spoila? Þarft að vera búin að sjá? Já, þarft að vera búin að sjá. Já, er það ekki? Kannski bara þekki karakterina eða eitthvað. Þarft til að vera búin að sjá þættina. Þú veist, ég held að allir séu búin að sjá. Ok. Allavega eitthvað. Alveg erfitt að hafa ekki séð spoiler eitthvað staðar, skilur. Já, þannig að jú, við erum bara að tala skilur pör og hverju voru saman eitthvað tíma, þannig að það mun alveg spoilast 2012, sko, þannig að það er alveg komin mjög en ég er kannski aðalega að tala þú veist, hver hún er má segja það? Já, það má það ekki ég er með smá svona staðrind það, þannig ég vildi bara double-checka ég held að sé flestir búinir að horfa ef þú ert ekki búin að sjá, hætt að hlusta núna og horfa þættinu og hlusta þessu já 100%. Algjörlega. Þannig jú, þú þarfst að vera búin að hlusta og bara svo veitir að ef þú ert að horfa núna þá kannski pásaði bara geimdina þátt til býtu bara aðeins og joina umræðina þú ert búin. Já, það er líka miklu skemmtilega heldur en að vera bara eitthvað í miðju, þú veist, sísoni og vera bara eitthvað, já ok, nú veit ég allt, takk fyrir þetta. Já, mitt. En það er geggjað, þá getum við byrjað. Það sem við ætlum að byrja að fara í gegnum er bara hvar eru þau núna? Það er svo góð spurning. Já. Það er mjög góð spurning. Ég held að flesti veitir bara hvar einn er. Hvar einn er? Hvað einn er að gera núna? Est Wedwick. Nei, Est Wedwick. Hvað sagði ég? Est Wedwick. Ok, ég er að hugsa Penn Badley. Já. Af því að hann er að leika í þáttunum Jú. Og ég hugsaði Edda því að hann er alltaf á TikTok. Já. Ég veit ekki hvað hann að vinna. Nei. En já. Já. En
þættinni voru þess að gefnir úr 2007 og cancelaðir 2012. Þeir voru cancelled. Það? Út af, Crazy. Vá, ég held að þeir hefur bara hægt. Þeir voru alltaf bara að decreasa og voru aldrei eins vinsælir, skilur við. Oh my god. Bara strax í annar seríu þá byrjaði viewsuna lækka. Hvar var ég þá? Einmitt. Við vorum ekki það að horfa á Nei, af því við vorum ekki að horfa á þetta í línulegri. Nei, það er nefnilega Þetta málið, er svo ósanngjarnt að bera það saman við þætti í dag. Já, algjörlega. Vá, sammála því. Það er talað um að það sé svona, þetta varð svona lélegt út, eða svona datt undir the financial crisis, skilur við, 2008. Okay. Og það hafði smá ári á seríuna. En samt heldur það alveg áfram í mörg ár. Já, 4 ár. en Mér líður þessi miklu meira. Já, mér líka, því þetta er svo, þú veist, þættin eru 40 mínútur eða eitthvað hver og þetta eru 6 eða 7 seasons, sko. Já, 6 seasons. 6, já. Og þú veist, að þetta hefði bara verið 5 ár koman óvart, sko. Já. Ég held að það er miklu lengur, Rosa þjöppuð 5 ár hjá þeim, sko, algjörlega. 6 seríur 5 árum. Já. Það er bara mjög vel gert, sko. En ég var líka svona að pæla, hvað er þau gömul? Já. Og þau eru öll eiginlega 1985 módel. 85 mótil, Já. Það komur, ég var svona, wow, þau eru eiginlega öll á sama aldri. Hvað er það gömul í dag? 30. Hvað segir 85? Ég veit ekki hvað ég er, þykist vita þetta. Maður sjá, Nú gott að við sem... þau eru alveg komin í þrýstaldrin. Já, já. 33, það var Það er þetta sem ég ætla að það segja. er Ed Westwick, hann er 87 módel, þannig að þau eru 35. 35. Já. Já. En yngstur er 90 módel og það er hann Erik. Ok. Æ, besti. Já. Bróður Nessifínu. En fyrsta mannskjöðan sem ég er með hvað er hún í dag er Taylor Momsen eða Jenny Humphrey, litla systur Dan Humphrey. Skúspurði, hvar er hún? Já. Ég man svo vel eftir því þegar Gossip Girl á hætta og hún var bara eitthvað hún verður ókslega svona, hún breytir svo mikið í gegnum seríuna og það er ekkert bara karakter, Það er bara hún. og hún er bara búin að einbytta sér á tónlist og það var ekki mikið bíf, ég man svo vel eftir að bífa milli Leighton Meester Og Taylor hennar, já, Momsen alveg rétt. út af því að hún var að fá tónlistinu sína í gegnum Gossip Girl og spila hana Já, en ekki Taylor. hún Oh my god. en tónlistin hennar passar ekki við Nei. þú veist, tónlistin er rock bara svona Eins og, og fyrsta platan hennar hétt Going to Hell Já. það er ekki alveg Gossip Girl vibes Nei. Alls ekki. en hún fór samt í sögubækur sama ár og þannig 2014 hana og var fyrsta hljómsveitir sem að var í kvennalít í rock Já, einhvern veginn ok, number one ok, eitthvað vá. singles Geggjað. já, Vel vel gert. flott hjá þér sko Vel gert. en já, hún er að gera bara vel í sínum bransa en Já. það að gefa út plötur árið 2021 bara Vá. rocktólist Bara áfram hún. já, Vel gert. Hvernig að haldi sínu striki? Já. Veist það ekki ekki? þetta er eiginlega bara hennar draumur bara, að syngja. 100%. Algjörlega. og svo bara leita hún bara svona pröfu þetta bara eitthvað og hún fær svona geð mikið hæp en ekki Taylor Æ, hann er elsku. fyndi varst þú Ég er búin að taka líka, já, sko. þú skipst á Ok, herri, ég er Ég með... hef svo miklu ágjör að heyrist ekki þér. Oh my god. kemst ekki nær borðinu það? Ég er glad. Ég veit ekki. Bara, Þú varst smá langt í burtu. sorry for the... Cut. Bravo, bravo. Nei, bara passa að heyrist. Ok. Ég vona að þetta sé betra og og... ég bara, þegar maður senda á mig það heyrðu ekki í mér, ég skal segja ykkur allt sem ég sagði. Já, endur tekur það allt í voice message á alla þá sem sendaður. Ok, það bara sendi á mig. Herri, ég er með Chase Crawford eða Nate Archibald. Nate boy Neiti, sko. Hann var bara draumur allra stelpna þannig í Gossip Girl, sko, er það grínast. Þetta að taka það á honum. Hann var svo sætur. Mér varst hann svo sætur. Mér finnst það svo sætur. cutie, sko, en Mér varst þetta var þeir- ekki svona aðal krössu mitt sko. Var Var það Chuck? já Já. Mér varst þeir voru svo ólíkir og Já. þeir voru svo flottir á annað sinn hátt. hvort einhvern veginn Og en ég samt- báði. Já, Ég var það aldrei fór Nate. eftir seasoni, sko. Mér Já, finnst bara svona já. litli svona vinur minn svona, Já, já. ef ég var í þessu Já, serju ég skil Ok. hvað meinar, já. Heyrðu, hann var í sápuóperu sem heitir Blood and Oil árið 2015 Vá. en því var cancelað eftir aðeins 10 þætti. Æ. Þannig að Reyndi. og er að leika í, ég held að séu þættir sem heita The Boys núna. Ok. Ég veit ekki hvað það er, sko. The Boys, er Er það það ekki á Amazon-dóti? Herri, Jú, þetta er mjög vinsælir þættir í dag. Já, ok, geggjað. Good for Ég you. var með 8,7 undir B. Ok. Ég horfði eitt þátt, þetta er hann þátturinn byrta sem ég sagði frá sem var gef ekki blóð, ég gæti ekki. Þetta er eitthvað svona superhero Sem vorum að tala um með Aroni. Já, Já, hann ok. var Aron bróður byrti
bara að mæla með þessu þáttum. Ok. Ok. En hann kannski alveg gerir eitthvað gott. Tjekka þessum, vel Já, gert. ok, nice. Svo hætti hann með kærustunni sinni, Rebecca Rittenhouse, árið 2019, þau eru búin saman í nokkur ár og kynntusast á setti í sápuóperunni Blood and Oil, þannig að hann er bara single núna samkvæmt því sem ég fann, en veit samt ekki hvort að, þú veist, maður veit aldrei. nei, hvort hann sé bara single eða deyta, þú veist, Never know. from the press, sko. En hann er alltaf að leika ennþá. Já, kallinn. og hann er bara að gera góða hluti greinlega, bara Greinilega. vel gert. Þannig með hann. Heyrðu, Penn Badgley. Badgley. Já, ég veit ekki hvernig að segja þetta. Nei. Badgley. A.k.a. Dan Humphrey. A.k.a. Gossip Girl. A.k.a. gæinn í Jú. Hvað heitir hann í Jú? Hann heitir Joe. Já. Já, Joe. Fucking Joe. En já, hann, svona, mjög skemmtilegt að vita. Hann og Blake Lively, þau deytið í alvörinni. Herri, já, það er alveg... En mér finnst það samt ekkert skán, eða þú veist. Ég er einhvern veginn, ég var ekki all for the dance, sko. Nei. Ég var alveg, Sammála. já, mér skipta skoðunar á Dan. Ég líka sko. Það fór rosalega eftir sísonum þar, Já, fannst og mér. rosa. Hjálpi mér að, ég er að byrja svona aðeins að horfa okkur tímann á Gossip Girl eftir fyrst sérinu Jú. Og ég var bara, Nei, nei, búið að skemmi þetta. ég sé bara Joe. Ég sá nefnilega bara Dan sem Joe. Já, eða það, Fyrst, já. Í fyrstu serinu af Jú, þá var ég bara svona, oh my En god, ég get þetta ekki. persónuleikinn þar er svo sterkur að hann Já, bara gróf Dan Humphrey bara. algjörlega. En vandamál er líka, þetta er ekki það ólíkir. Nei, karakterar. mjög líkir Bara nefnilega. svona bókanörd, svona, Stalker. já, svona, Storkir alla, Já. bara skúpa allt lífið þeirra og kemur sér inn í lífið þeirra ekki náttúrulega, skilur Einmitt. treður sér inn í lífið, það gerir það í báðum seríunum. Já. Þannig að þetta er eiginlega aðeins og svipað karakterar svo að já. maður, þess vegna gerir hann þetta vel. Já, Þess vegna gerir bæði algjörlega. hlutum fárlega vel. Þetta er Greinlega góð bara leikari. stalker í alvöru. Nei. Nei, sko, no jokes. En maður er bara pínu svolítið svona, já, þú veist. Maður er eiginlega búið að eiginlega svona andlita á honum, sko. Já, sammála. Maður sér á TikTok að sem að fólk er eitthvað svona, eitthvað, ég þarf að leita, ég þarf að stólka eitthvað og það kemur svona morfast andliti í Dan í Penn. Þannig að hann er bara orðið stalker face. Já. skilurðu? Í rauninni, algjörlega, þú veist, ég get aldrei hóst á romcom með honum. Nei, þetta er ég væri bara, oh my ónýtt. god, where's Já. the murder? Pæli líka deytan, fatti í Já, eða alvöru. það. Þú veist, ég væri alltaf bara svona, Með derhúin eitthvað. já, ég væri bara, Ekki um derhúin. please don't kill me. Ángríns. En hann er bara eitthvað að gefa mikið að, gera tónlist. What? Ok. Ég hafði ekki séð vídjóin hann á TikTok þar sem hann er eitthvað að spila á gítar og Nei. eitthvað. Fólk er svona, hann er bara mím, sko. Hann þessi er bara maður. mím. Ó, Já. ok. En já, hann er bara að gera tónlist og svo náttúrulega að vera The Creepy Guy, Joe, á Netflix sem Já. er mjög spennt sér seríu 3. Ég Já, líka. þess að 3 er koma í nómur. Vá, hvað segja henni mikið? Já, bara um heilt Það út ár. af Já. COVID, eða? Já, ok, shit. Hún kom fyrsta serían kom hana, þú veist, bara í kringum jól, rétt eftir jól, og milli í rauninni jól og nýjás, Já. og svo kom það eftir árið setna, 2019, kom sería 2, aftur á sama tíma, og svo kom ekkert 2020, Nei. og hún í nóvember. Það þeir voru alltaf að segja bara, já, bráðum. Já. Já, Svo þeir hafa bara bara ekki nóvember. vita, já. Það er rosalegt. Já, það er alveg Ég er rosa. líka að pæla hvort þessi seinkun. bíða með þetta til að vera dimmt, sko. Já, Já, það er það alveg getur ekki. pottþétt, Já. sko. Þetta er alveg- 100%. Þetta er svo góð millin jól og nýjárseri eins og við Það erum alltaf að tala. er mitt málið. Þetta er svona creepy. En ég held þið séu alveg að bíða eftir þessi, og svona Það dimmt geti og alveg verið. drungalegt. Já, af því að Já, þú veist- svona Halloween-vibe Já, komin inn. og- einhvern veginn. Það geti alveg verið, Já. sko. Ég mætti að vera hann á Halloween. Já, Það er alveg góð Já, búinir. ángríns. Bara bakbóki og derhúa. Já, geggja. Það er creepy. Það er átvitt. Heyrðu, og ég að taka næsta. Já. Heyrðu, það er hún Blake okkar Lively. 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 eða Ég ekki? segi lively. Ég segi líka Lively. Já, ok, já, Ég sé ég held rétt. að sé rétt, sko. En hún er the iconic Serena Vanderwoodson. Serena baby. Og hún sem sagt er gift Ryan Reynolds í dag og þau giftu sig árið 2012 rétt fyrir lokaseríuna af Já. Gossip Girl. Vá, ég vissi það ekki. Nei, Nei, sko, Ég vissi ekki að það var I was gift. today old. já, þau giftu sér bara svona, bara sko rétt fyrir tökurnar síðasta Já. og og það var, þau, eins og þau eru aldrei mjög opinber með það sem þau eru að gera. Alls Þú veist, ekki. Ekki með mikið að myndum að börnunum þeirra á netinu eða eitthvað svona þannig. Þannig að fólk sá Serena, því að Gossip Girl bara tekið upp í New York og fólk sá Serena, þú veist, Blake Já. úti í giftingakjól og var bara, oh my god, þú veist, Serena er að geta sig. Já. Nei, þú veist, Blake er að Blake, gifta sig. ok, Já, ok. Blake er að gifta sig, oh my god, en þá var þetta í tökum fyrir Gossip Girl. Já, ok, En það ok. búið að vera orðrámar eitthvað svona, þeir eru nýbúin að gifta sig og svo sá eitthvað út á götu. Oh my god. Vá, ég vissi samt ekki einhvern veginn
Ég er ekki pælt í því að þau hefði verið saman á þessum tíma. Nei, ekki heldur, hún er svo mikið Serena fyrir mér þarna og svo núna er hún bara Blake. Já. Það er hefði kynst honum miklu kynst honum í Greenlandur. Hvernig kom Greenlandur út? Var það kannski á þessum tíma? Það gæti alveg hún er 2011 þá leikaði saman Vákvæði gift svo snemma þá Já, búin að stutt saman Tökur kannski búin að vera í eitthvað tíma þarna Já, kannski er lengur búin að kynnast Já, gæti alveg verið, En ég vissi ekki að Greenlandur verið svona gömul Nei Og hún er að leika á mótanum þar og þau er ástungi þar Hún er dökkar þar Já, heyrðu Já, bara hvað er Serena að gera? Ok, þá er ég að horfa á Gossip Girl Já Maður var kannski að horfa til línulega dagskrá þetta var alltaf á stöð 2 Alltaf setni serið Það var alltaf á einhverjum dögum Já, það var alltaf einmitt Og We're old Ángríns En þau eiga 3 börn saman 1 strák og 2 stelpur og hún hefur verið að leika í einhverju núna svona í seinni tíð ekkert sem ég kannast við samt sem ég sá hérna á listanum sem ég skoði og leikið Simple Favor frá 2018 það er geðvið skemmtileg bíómynd ég mæla alveg með henni hún leik líka henni hákallamyndinni The Shallows Vá, hvað hún er creepy Ég er bara að sé coverið Ég hata hákalla Já, ég líka, Þess vegna horfði ég á hana og ég bara, oh my god Það er svona eins og horfði hryllingsmynd Horfður á hana að því þú hatar hákalla það er endar Fólk horfður hryllingsmynd sem frækt Ég horfði á það hákallamynd og því ég bara, ok, ég love it Fair point Ég myndi ekki horfa hann aftur aldrei Ég þarf að vita allt þetta sem ég hrættum Já, same Það er svona shark documentary Ég líka Og ég set heima skítrætt og er bara samt að horfa á þetta Það er svona skarra að sitja heima og horfa á, þú veist, hákalla heldur en að sitja heima og horfa á einhver ógeðslega hryllingsmynd og svo ertu bara að bíða Þú veist, þú ert ekki í sjónum, skilur Já, ég er að segja það, þú veist Hryllingsmyndina geti gerst Ég er að segja það, það geti gerst bara núna en þarna ertu bara, já, ég get haft áhyggjur af þessu þegar ég fer í sjóin, skilur Þeir sem eru með Disney Plus hellingur á hákalladóti þar inni ég með það, ég þarf að kíkja það komur gæðt mikið ávart það er ótrúlega mikið random dóti gæðveikt random shit Disney Plus allt í tínu þegar ég var með það í desember ég byrjaði með það þá og svona örfátt inn bara ekkert inn á það var bara Disney Disney og allt sem Disney á núna er bara alls konar random dót alls konar sko I love it já ég þarf að skoða þetta betur ég nefnilega við fundum Prison Break þannig við fórum bara Ertu hún að segja það áður? Já ég er svo mikið svona ég verða að horfa aftur á það sem ég fíla ég er nefnilega ekki þannig þú sé svona, ok, ég verða að klára eitthvað annað næsta ég er yfirleitt alltaf með sko þætti í gangi sem ég hef ekki séð og svo eitthvað svona comfort þannig ég get alltaf slæta inn í comfortin ef ég vil fara þanga það er mjög bara key, mæli með sko algjörlega herru, ég er með bara her bestie Leighton Meester eða Blair Waldorf Ég voruðst ekki vinkonir reyna verið það var alveg sjúkt vindsaband Já, við erum að tala um leikonunnar Já, ég ætla að tala um Blair og Serena Hvað eru góða leikonur? En samt að hata hver aðra alltaf Það er svona aldrei svo fá moment sem það eru actually eru fára toxic Það eru mjög toxic sko Nefnilega, maður er alltaf bara svona nei, please er vinkonur og kannski vinkonur einn dag og svo bara næstu seríunar eða bara óvinkonur Svo líka svo brútal við hver aðra Það eru ógisla vondar við hver aðra báðar tvær sko bara mjög vondar True. En hún er gift leikarnum Adam Brody í dag og þau kynntust á setti á myndinni Life Partners árið 2014 og já, hún reyndir alltaf bara að fara í tónlistabransan gerði eitthvað tónlist og en svo hefur hún ekkert verið í því Gekk það ekkert upp í henni? Nei, ég hlustaði mikið á það sko en þú varst fan Já En hún er nýlega búin að leika í myndin Single Parents En já, hún á 2 börn eina dóttir og 1 son Ekki mikið meira mann þetta samt Roommates myndinni Já, það var svo hryllingsmynd Hún var svona hún var basically Dan Hún var eitthvað stolka gæluna Hún var rosaleg sko eða þú veist típan hennar í myndinni var rosaleg myndinni var henni Þetta var svo gaman á þessum tíma Já, mjög gaman að sjá þetta Já, það var nefnilega máli sko en já, ég veit ekki hvort að ég myndi að horfa á þessa mynd í dag og vera bara, oh my god Nei. En jú, það var ókslega gaman að sjá þetta Já. Það er svona teen scary movie Já. Svona eins og annað, hvað heitum, Prom Night og eitthvað svona þannig Hvað mér fannst Prom Night scary Mér fannst það hægilega, ég hef ekki hort á hann síðan Það er besti sko Pottþétt sko Herðu, næsta sem ég er með er Kelly
Rutherford, ég veit ekki hvernig maður segir það, en það er Lily Já. sem mamma Serínu og hún er ekki búin að hafa það neitt rosa gott. Ekki? Nei, hún sem sagt var að skilja við fyrrverandi eiginmanni sinn þegar að þættirnir voru í gangi Já, ok. og það var sem sagt rosalega mikið í fjölmiðlum Já. og þau voru í mjög harðri forræðisdeilu yfir börnunum sínum 2 Okay. og hann býr í Monaco og hún í New York. Muni hverjir byggu í Monaco og New York? Louis og Blair sem par í Gossip Girl og þetta hljómar svolítið svona því ég var að lesa þetta þeir sem að vita að hún þurfti að fá leyfi frá honum til að fara með börnin sín til New York svipa og gerist í þáttunum þegar Blair var ólétt en svo fekk hún dómsúrskurð á sig eftir hún var komið með börnin til New York og þurfti að fara með aftur til Monaco og hann er með fullt forræði við börnunum í dag og hún varð gjaldþrota við skilnaðinn. Sturlað. En hún var að leika í einhverju rebooti af Dynasty árið 2019. Það er eina sem ég fann hana eitthvað að leika. Hún minnst svo geggja leikona. Já, mér líka hún ótrúlega flott sko og mér er svo leiðilt að heyra að hún hafi bara orðið gjaldþrota. Þetta var það bara dýrt ferli. Glatað. Og hann var einhver rosa ríkur maður þessi fyrirhandi hennar. Æ, Þannig að hún fær bara að hitta börnin sín núna í Monaco. Oh my god. Má bara fara heimsókn. Já. Ekkert smá. En svo veit maður ekkert alla söguna. Nei, maður veit ekki. En hérna, mér finnst það mjög sorglegt að lesa þetta því að ég fíla hann svo ógeðslega vel í þáttunum. Mér finnst það ekki þar, sko. Já. Geggjuð. Alveg mom, sko. Já. Power mom. En hérna, næst sem ég með Jessica Shore, ég kann ekki segja nafnið hennar, eða Vanessa. Já, fólk mislíkar við hana. Já, það er svona, Ég veit ekki um eina manneski sem fíla Vanessa, sko. Nei, Ég get það ekki, sko. ég er ekki fan, sko. Já, hún er ekkert búin að vera að gera mikið, bara einhverjum nokkrum þáttum á eitthvað svona inn á milli. Shameless. Já. Mér er svona þættir, svona grínþættir. Já. Og hún er að gera eitthvað sci-fi Fox, eitthvað The Orville núna í 2001 og hún á barn með kærastara sínum. Ok. Meira þurfum ekki að vita um manneskina. Nei, þetta er bara... We don't care. Takk og bless. Já. Nei, ok. Nei, veist, já, Vanessa maður. Já, ég bara er ekki... leiðilegasti karakter sem ég Já, veit. ég er sammála, sko. Eins ofta og ég fílaði ekki Jenny, sko. Þú veist, hún var svona... Já. Ég fílaði hana Já, stundum ekki. Það fannst mér bara... Ég myndi ándjóks frekar hafa Georginu heldur en Vanessa, sko. Já, ég er alveg sammála. No joke, sko. Vanessa byrjaði alveg ágætlega. Það er svo leiðilegt. Já, Já, samt já. eitthvað það að reyna við Dan og Já. eitthvað Já, þess að reyna á Dan já. og eitthvað gett. Hún kom inn eitthvað svona alltaf leið, svo var þetta bara pirrandi. Já, maður Já. var svona, you don't belong here. Já, það var svolítið þannig og hún var líka bara Og svolítið þannig. ég deyta líka bara nótjök alla, sko. Eða svona, Alla? já, og það, Alla? það er ég er ekki að dæma það, Nei, ekki nei. því, en ég var bara svona, come on, akkur er Vanessa? Já, Já. allan mínu hópin. Já. Mér Eitthvað finnst svona. það náttúrulega allir að deyta alla hana. Já, já. En það var svona böggaði mig að, skilur, hún og Nate voru saman og hún og Dan voru af því að saman. hún var svona, hún átti að vera öðruvísi típan, Já. allar hina stelpunar. Þá fannst maður svo out of character, allt í hennu vildi Chuck vera með henni og allt í hennu vildi Nate vera með henni og var eitthvað svona, hæ? En þegar ég ekki vilja hana. Já, nei, þú Já. veist, þið hefur alltaf bara búin að fíla hina típuna. Já, Þú veist, En þetta Chuck vildi aldrei vera með henni. Jú, þau Chuck, dætið hans. þau voru... Þau kyrstust einu sinni, var Þau það ekki bara sváfu, þau sváfu saman hérna til að gera, held ég, Blair og Nate afbrýðisum. Já. Þau sváðu, þú var ekki bara koss? Þau sváfu tvisvar saman. Ó nei, en þau voru saman í alvörinni. Já, alveg rétt. saman í alvörunni. Það gleymis. Já. Það Nei, ég gleymis. vissi það bara í dag, sko. Í alvörunni, ok, ég vissi þetta reyndar. Ég Ég fyrir hef svolítið heyrt I am síðan. Já. disgusted. Nei, sorry. Ég bara, Chuck er bara, ég var með Motorola símann minn og ringitónum minn var I'm Chuck Bass. Oh Bass, my Bass, God. Bass, Bass, Chuck Elska. Bass. Ég Og ég var bilast. bara, ég var bara all in for Chuck Bass, ég var bara plugguð á hann, sko. Og það að bara, mannskja sem ég þoldi minnst í þáttunum var að deyta hann, það er bara nei, sko, ég get ekki. Ói, nei, ég er sammála. Þau deytaði alveg í 2 ár. En sagan segir að hún hélt fram hjá hann. Þess vegna þetta er saman. Daisy. Að það? Ég vissi það ekki. Ég held bara að það, þú veist, hætt bara saman. Já, nei, þetta er alltaf því ég var að googla hann, ég var bara, hvað gerðist? Og það var bara, Komin bara rumors way of, deep. she cheated on him. Ég var bara, já, hún gerði pottet. Nei, tjó. Ég er að grínast. Ég er bara að grínast. En bara að því við erum komin inn í Chuck, þá ætlum við bara að tala um hann líka í leiðinni. Endilega. Ed Westwick. Hann er algjör snúli. Ég man þegar, þegar maður var svona að reyna að fá bara eitthvað
eftir Gossip Girl og svona, hvar er hann? Eina sem var að byrtast var bara lélega paparazzi-myndir og maður bara, bring us more Chuck Bass. Svo kom hann í einhverja snjóbrettamynd og maður svona ég sé hana. Veitu, hvað mynd var það aftur? Það var oh my god, ég ætla að finna hvað hann heitir. Vá, ég man ógeðslega vel eftir þessu. Já, hann Chalet Girl. Hún kom, hún kom 2011, Gossip Girl var ekki hægt en ég man bara, Gossip Girl endar og maður eitthvað svona, I need more af Chuck Bass og það tjekkaði maður og hann lék í bíómynd sem heit Chalet Girl sem bara hræðilega lélega snjóbretta bíómynd sorry, það það já, ég horfði á hana þegar ég var yngri og maður eitthvað svona, þetta ekki Chuck bara svo langt frá því af því hann svo mikill bad boy í þáttunum en samt svo mikið svona sweetheart inn á milli besti þetta ekki hann nei, oh my god ég var mjög vonsvikinn þegar ég horfði á þessa mynd ég var bara, en hvað er hann að gera? Hann bara eitthvað að leika í einhverjum litlum bíómyndum sem ég þekki sko. og TikTok og svo hann búin að vera mjög mikið á TikTok sem geðveikt mér langar svo að gera og hann hann var reacta bara hjá einhverjum stelpum og stelpunum var bara what are you doing þess að fyndi að því að hann sem er bara ultimate crush á þessum tíma Chuck Bass og svo Draco Malfoy þeir eru báði búin að vera að gera þetta á TikTok bara undanfari ég er bara svona hvað who's next? Þú eru að gera TikTok reyna að fá annað þeir alltaf svara 100% helst að Westwick nei, ég vil líka Tom Felton en þau með Vanessa og þau urðu ástfangin þau voru bæði í sambandi og voru ástfangin á setti var þetta framhaldssamband eða hættu þau urðu ástfangin þetta átti að geta gerast I am not having it en þið sjáu það how it started is how it ended ángríns, once cheater always það reyðar því var ókísla reyðar herri, næsti sem ég er með er Connor Paulo eða Erik van der Woodsen litla krúttið sko en hann fór beint úr því að leika í Gossip Girl og yfir í að leika í þáttunum Revenge sem að voru bara mjög stórir skildist mér og svo leika hann í hryllingsmynd sem heitir Friend Request mér finnst það hljóma svolítið svona eins og einhver sem kemur á netinu fattu ég hvað ég meina Friend Request Friend Request skilji að þetta sé eitthvað svona þú veist, þú kynnist á netinu og svo gerist eitthvað hræðilegt mér langar svolítið að kíkja á þessu mynd sjá allan hvað hann er sem hann fór beint í og svo hefur hann leikið í þáttum sem heita The Resident ég heyrst þá þannig að hann er alveg hann er bara mjög góð hluti syns mér sko well done Eric ángríns bara áfram þú Eric we love you Eric það sem ég með er ekki alveg loved en meira loved en Vanessa Michelle Trachtenberg a.k.a. Georgina Sparks hvað er hún að gera? Já, ég er mjög forðið elsku Sparks sko hún er bara búin að vera í einhverjum svona litlum spólum ekki mikið að gerast nei bara frekar dautt eftir eftir Gossip Girl sko eftir Gigi það er ekkert merkilegt sem ég get sagt ykkur hana nei, það var ekki nóg gott nei, en tölum aðeins hana vá, hún var svona manipulative og gefum henni smá meiri tíma hún var það þarf alltaf villen í hvert svona þátt en ég hafði lúmst gaman að og þess vanlega hefa gaman að villans Chuck Bass var aldrei eitthvað the good guy skilur maður elska hann samt 100% en pælið samt ég hvað þessu seria er toxic já það er eiginlega ekkert svona healthy samband hjá neinum nema kannski Serene og Erik það er eina sem þetta er í hug at the top of my mind geggjað punktur að því að allir aðrir, þú veist eins og Lily og Rufus sem ég ætla að segja ykkur frá þetta smá þau voru alltaf on-off og þú veist náttúrulega allir með öllum hérna af krökkunum og meiri sem mömmurnar voru vondar við hver aðra eða þú veist, það var líka alveg svona og vondar við dæti sína og þú veist, börnin sín og hvernig þetta gaman ekki alveg þetta Manhattan svona kreif ekki það sem maður nei, en ég held samt alveg kannski smá með sem maður heldur það en maður pælir því í dag þá er þetta svona þetta er ekkert eitthvað glans nei, engin glamur en ég held þetta sé svolítið raunveruleikin já, þetta er þessi einkaskólar og þú átt að fá bestu einhvern þú átt að líta svona út þetta er þessi svona pressa, það getur bara vel verið sko. það getur bara mjög vel verið sko. Herri, ég ætla að segja ykkur frá Rufus
Humphrey, Já. hann heitir Matthew Settle, sérst leikarinn. Hann eignaðist dóttur árið 2015 og á svo aðra dóttur fyrir, lék í hryllingsmynd árið 2014 og var gestaleikari í Criminal Minds árið 2016 og hann hefur ekki verið að gera Gestaleikari. Oíja. Já, gestaleikari sko. Hryllingsmyndin Oíja. Já, ég glemt að segja það. Ég Ouija. sé þetta líka, er þetta ekki eitthvað svona, Þetta er eitthvað svona... er þetta ekki svona borð? Hvað heitir þetta? Já, Ouija board. Svona, já, er þetta ekki svona Andaglas. andaglas? Já. Oh my god. Já, ég sé þetta cover. Já, ég sé þetta Make náttúrulega. us see it. Veit Það ekki. er svona Já, stelpa það er framan á. Hún Ég veit ekki hvort situr ég sé þessa mynd. En já. svona. En hérna, já, þannig En að já. hann er bara svona, já, greinilega bara, Þau eru allir í svona frekar miklum svona auka. já, Já. þau píkuðu Já. svolítið bara í Gossip Girl flest, finnst Svona, mér. já, eina sem mér finnst svona vera ennþá ábyrjandi í dag er Blake. Já, Og Penn. Já, og Penn Já, náttúrulega. já, En hann já. samt kom bara upp frá Mjög dauðum bara Já, nýlega. mjög Já. nýlega. Maður var bara, what? Damn. Já. Og þú veist, það er sem ég held ég að hjálpa þessum serjum. Ef það hefur einhver annar leikari, 100%. þá hef við örugglega ekkert kíkt á þá, nei, skilurðu. nei, alls pælið, ekki, sko. veist. Þú veist, ég kíkti bara á þetta og ég var bara, Dan, Dan, hvað er að gera? Hvað er Dan að gera í dag? What are you Já. doing? En 100% ég held að Blake sé kannski svona svo sem að er En það er eiginlega bara út af Ryan Reynolds, skilur. Já. Mætti ég, veist, hún er Já. ekkert að gera mikið, hann er bara alltaf að tvíta einhverju fyndnu já, og tala um einmitt, hann einmitt. Já, já, og mér veist, sko, allt sem ég sé af henni er hún að tala um að vilja privacy. Já, Já, það er Já. rosa mikið henni, Já, sko. ég er alltaf að sjá eitthvað hún að tala um að þau vilji privacy. En samt er hún alltaf að tala um mannskja sem ég detti í hug til sem er ennþá í sýrsljósinu. Já, já, já. Já, En hún er kannski í svona stærstu hlutverkunum. Já, já. Þú veist, í svona af þeim öllum, stærstu sko. já, af þeim öllum, Já. þú veist, í þessum bíómyndum sem þau hafa verið að leiki, þá er hún svona með stærstu hlutverkin og kannski en ég meina við þurfum ekki að vorkina um það mikið, sko, þegar ennþá að fá að borga fyrir þess að þætti. Já, ég held að hafi það bara öll alveg bara Þannig að, ágætt nema já. kannski Lilli okkar. Já. Hún hann verðist hafa haft það svolítið Svolítið erfitt. svolítið Já. slátt. Svolítið leiðilegt að heyra að því Já. að mér þóttu vænt um karakterinn, sko. 100%. Það er svo fyndið hvað maður getur elska karakter mikið bara í þáttum. Ekkert Já, smá. einmitt. Þannig að Hlýtur alla, erfitt fyrir alla þá sem voru Dan-fans að horfa, jú. Já. já, ég held það. Já. Ég held það. En hvernig fíluðu þið eins og Dan og Serínu sem par? Sko, ef að fara í pöruna eftir að þegar við Já, við leikjum hana. Já. Nei, á eftir segja. Það ekki, af því að Jú, við gerum það, já. spurðum líka tebósgestina, sko. Ok, já, geggja, þá geymum En ég tók saman bara svona, nokkra staðrindir Gossip Girl. Ok. Og eitthvað sem ég fannst bara svona skemmtilegt, bara svona eitthvað sem er ekki, allir ekki, það veit ekki allir sem við vita, og eitthvað svona. En fyrsta sem ég fannst skemmtilegt, sem ég las, er árið 2012, þá var sérst borgarstjóri New York, var Michelle Bloomberg á þeim tíma. Hann lýsti yfir 27. janúar, og þetta er ennþá til daginn í dag. Þetta er Gossip Girl dagurinn. What? Nei, í Já. alvöru? Þannig að það er bara Gossip Girl Day. Hvenær? í- 27. janúar? Já. Vákauður til að vera í 27. New York. janúar, já. 27. Já, Við fyrir þangað. já, getum við. Og tilkynningin kom, þú veist, þegar 100. þáttur kom út. Já. Þannig að 100. þáttur af Gossip Girl kom út 27. janúar 2012. Heitir hann God. Bloomberg, sagði það? Michelle Bloomberg var borgarstjóri. Já, borgarstjórinn. Já, Já. ok, af því þau tala líka um það í þáttunum þetta nafn. Já, pottet, Já. skilur það, þegar við erum að taka Þannig þetta að- upp svona já. on time. Já, þannig að, Já, true. Já. Annað skemmtilegt var alltaf gaman að vita hver fekk ekki hlutverkið. já, ó, elska þannig. En Serena Van der Woodsen, Jennifer Lawrence, sóttum það. Nei. Í alvörunni? Ég sé það alveg líka. Þú veist, Já, svona Ég- party girl. já, þú veist, mér finnst það ekki galið. Nei, hún gæti alveg pulla það, sko. Já. En fekk það ekki, eins og við vitum. Og samkvæmt, þú veist, þess að framleiðenda þáttana, þá var hún alveg pínu fúl, sko. Já, Já. trú því. En þú veist, þetta hefur gert henni bara gott. Þú veist, hún er búin að vera í öðrum Algjörlega, flottum já, hún er hlutum. búin að vera gera rosa góða hluti. Gekkja hluti. Já, svo fannst mér líka ótrúlega áhugavert, ég veit ekki hvort allir vissu þetta og ég vissi þetta ekki, er að hver einasti þáttur er nefndur í höfuðu á bíómynd. Herri, ég vissi þetta. Já, þetta er geðvægt Mér finnst merkilegt. þetta, ég fór gæt að pæla í þessu. Þannig að eins og þættinni með Friends er alltaf the one with, eitthvað svona. En þættinir og Gossip Girl heita alltaf svona í, sko, svona eiginlega í höfuðu á bíómynd. Þannig eins og til dæmis bíómyndin It's a Wonderful Life, það var þáttur hjá Gossip Girl sem hétt It's a Wonderful Lie. Já, þau svona twist alltaf, eða ekki? Já. Eins og You've Got Yale
í stað fyrir Já. You Got Mail. Já, Bóka þar eru mikið brainstorm á baku það. ekkert Að smá. finna eitthvað svona. ógeðslega mikill Það er til metnaður. þess einn þáttur sem heitir Blair Waldorf Must Pie Já, í stað fyrir John Tucker Must Die. Já. alveg rétt. Ég veit ekki, mér finnst það mjög Mér skemmtilegt. finnst Ég var þetta alveg geggja, já, þetta Og er mjög skemmtilegt. Ég var alveg, það getur það verið. Fór á Wikipedia og getur sé bara svona lista af öllum þáttunum. Já. Ég bara, vá, já, þetta er allt bara svona í, Vá, hvað segir maður, svona andabíómynda. já, áhugavert. einmitt. Svo er hérna með starrendina sem að Sunna myndist á að Blake og Penn hafa verið saman í alvörinni. En hérna, það sem ég fannst áhugavert líka við þetta, þau hættu sér saman 2010, en þau segja engum það What? á setti að þau séu hætt saman. Já, Af því þau sögðu bara, og hérna, svo viðtal við framleiðandan eftir á, og hann segi bara þetta kom mér svo mikið óvart hvernig þetta falið sambandslitin svona vel og þau vissi ekki fyrir svona 3, 4, 5 mánuðum eftir að þau var hætt saman. vá, það er tími, sko. Já. Já, og þetta var bara, þau bara gerðu bara ákvörðum, bara þau bara, herri, við erum bara hætt saman, en þetta á ekki að skemma fyrir hennu. Nei. Þannig af hverju þurfum við eitthvað að segja fólki það? Vel Þau eru gert. hvort þeir leika að vera Já. saman Já. eða skotn í hvort þeir eru og eitthvað. Vá, hvað mér finnst þetta þroska hjá þeim. Bara Ekkert áfram smá. þau. Vá. Svo er það hérna fataskápnir, en þeir eru náttúrulega þekkt, eða þú veist, Gossip Girl var náttúrulega þekkt fyrir að vera bara geggjað, en bara svona, Wardrobe. Sunneva Wardrobe. knows. Fermingamyndirna þínar, sko. hvað, Það fyrir, eru geggjar. Er það að tala um Ég er að tala um kápuna þína. þessi Blair Waldorf kápi. Nei, ég, sko, eða var öskudagar eða var eitthvað partí sem að mátt með búning, þá var ég Blair. Ég var bara með svona hárspöng og ég svona Já. kjól sem var eins og hún, ég var bara alltaf Blair. Æ. Og svo fermingur mín fermdist 2010. Ég lappaði fram hjá okkur sjoppu í Kringlunni og ég var bara starði á okkur kápu og pabbi var bara, langar í hana? Ég eitthvað, já. Þetta var bara Blair Waldorf kápa, sko. sæta. Og hann keypti hana fyrir Æ, mig. ég besti. Mér finnst þetta svo Æi. sætt. Ég sé eina mynd sem að, þar sem ég sé bara, ég sé alveg, þú veist, The reference. já, ég sé alveg Blair, sko. Ég er bara svona, þú ert ekkert ólíka en á þessari mynd, sko. Ég var bara að reyna á hún, sko. Já, mér finnst þetta ógislega sætt, sko. En hérna, og þess að tekið viðtal við þá sem, við konu sem var stílistinn fyrir þættina og hún stílistaraði, þú veist, Serena og Blair karakterina og hérna, gekk að manna, hún segir frá því að fataskápnir eru, þú veist, eftir einhverjum fatastíl. Þannig að Serena er eftir fatastílum hjá Kate Moss. Já, svona party girl. Já, og hún svona, Ókei. ég ferðast til Evrópu, stíl. Já. Hún kallaði I've been abroad. Já, I've been abroad. En það er svona, já, Kate Moss náttúrulega, þú veist, var tekin hana fyrir að, þú veist, Já, hún var svolítið dugleg já, í partíum. já, eitthvað svona. En fataskápnir hjá Blair, það átti að vera sko Audrey Hepburn og Anna Wintour. Já, ég hugsaði, einmitt Anna Já. Wintour. Hún er alltaf að dreyma hún sé Audrey Hepburn. Já, og þannig. já, þannig að það var fatastílinn hennar Já. eða fataskápun hennar átti að vera í þeim stíl. Mér finnst það bara skemmtilegt því ég Já, hef aldrei mjög. fattað Svona inspáið. já, Kate Moss og svo Audrey Hepburn og Anna Wintour. Bara svart og hvítt, Já. sko. Svo geður skemmtilegt, en ég vissi þetta ekki en ekkert af leikurnum í Gossip Girl vissu hver Gossip Girl væri Allan tíman. Já. allan tíman. Oh my Hann er- god. Ekki eins og Dan. Nei, Nei. Sem að er Gossip Girl. Já. Já. hann vissi það ekki af því að þau töluðu saman sem sagt framleiðanir og þau vildu ekki að þetta yrði á einhvern hátt korporatað inn í leik, þú veist hvernig Já. þau væri að leika þetta. Það myndi hann kannski vera með eitthvað svona augnaráð. Bara svona óvart. Já. Af því að- af því að- þetta fyrir mig líka. Af því að he knows. Thank you. En hérna, Mér finnst það geggja, sko. já, það var ekki bara fyrir en 2012 sem að, þú veist, fyrir enda þáttinn, það er bara þú ert Gossip Girl. Já, pælið, samt að vera búin Hann að bara, leika damn it. bara. Já, ég vil ekki vera hún. Þannig að það kom hérna skemmtilega óvart. Já, mjög. Svo Leighton Meester, hvernig myndi ég segja þetta? Leighton Meester, Blair. held ég. Hérna, hún fór í árandupröfur til þess að fá hlutur ekki sem Blair og hún var ljósærð, þú veist að hún er sko náttúrulega frekar Já, ljósærð. fyrir svona. Já, og framleiðandi voru bara eitthvað mei, þú veist, þetta er ekki alveg að mattsa af því að Serena þarf að vera ljósærð, hún er svona partístelpa og það, og þau voru eitthvað bara búin að búa til eitthvað ímynd af Serenu þannig að passar ekki að þessi andstæða sé líka með sama hárlit að þau voru bara eitthvað, nei hún fór bara heim, lita þessu hári og kom aftur og var bara eitthvað, ég er ekki að fara að gefa stupp á þessu hluturki. Ég er svo ána með hana, Já. sko. Og fékk það þá. er dedication. Það fer henni líka alveg bara mjög vel að vera dökkar, sko. Já, hún er svona mannskið sem púla bæði bara. Já, geðveikt vel. algjörlega. Svo er það vinkun okkar Dorota. Sakna. Já. Besta mín. En hún var leikin af Susanne Shidavsky. Ég veit ekki hvort ég byrði það framrétt, en þetta var svona, þú veist, vinnukona Blair. Við getum sagt það, svona Bara húshjálpin. húshjálpin. Já, en Hún var basically eiginlega bara mamma hennar, sko. systir hennar Já. og mamma hennar og Já, frænka hennar og já. allt bara.
en hérna Elska Dóróðu. já, Það var líka svona goals sambandi. já, það var gott samband og svo sama hversu, þú veist, mikil bitch Blair var að vera við hana Já, hún var svo hún var alltaf alltaf bara góð. svona, sýndi alltaf skilning og bara En hún svona var líka bara svona hættsibler, já, ég veit það, hún bara svona, já Já. já, og hún var bara svona, vissi nákvæmlega hvað hún hafði Já. hana og gat lift sér að segja bara, þú veist, vissi nákvæmlega hvað hún mátti, þú veist, einmitt hvað hún hafði hana Hún var bara alveg bara, nei, hættsibulli, já, skilur. hún var alltaf Láta hana heyra. blótenni á hérna, var það ekki pólsku? rússnesku, já, Já, ég er ekki alveg viss, já, ég held það, ég held að maður maðurinn hennar hafi verið rússneskur já en þetta er bara eina af svona ástsælustu persónunum og að því að hún var svo vinsæl, þú veist, meðal áranda þá fekk hún sinn einn þátt Nei, að, hérna, samt sko meðan Gossip Girl stóð yfir what? árið 2009 hún fekk þess bara personan og hérna og þættinni hétu Chasing Dorota What? hún fekk 6 þætti Ég hefði hort ég hefði vitað þetta Það er ekki seint, getur maður ekki aðgengist. Við googlum þetta þeim var bara aflýst síðan og þetta var bara svona, þú veist, en þú veist, hver á pælingin að hafa þetta í gangi samhlega Gossip Girl, það er svona Það er svolítið spes pínu messi, En sko. veit hún að þetta kom inn í, eða er þetta eftir þegar hún hættir hjá henni? það er bara, ég veit ekki Við erum að kíkja á þetta Já. Við látum ykkur vita Bóka að fyndi. já, Mér finnst það geggjað. síðan hérna er smá hérna fætt skólana í New York en Gossip Girl er náttúrulega bara svona já, þú veist, bara þættir sem voru að túlka yfirstéttana í New York, bara hvernig er að vera ríkur og flottur og eitthvað svona en hérna skólanir í kring og þá sérstaklega, þú veist svona, þetta er svona eiginlega svona menntaskólanir í Íslandi, þetta er ekki háskólanir, svona eiginlega menntaskólanir Já. þeir voru ekkert beint ánæði með þess að þætti, sko Nei. Hvernig að þeir eru portrayaðir. já, og þú veist, nemendunir og hvernig lífið er Já. portrayað og sem sagt samkvæmdi Sun þá sögðu sumir nemendur í New York að hérna skólanir væri búin að setja upp bann við að horfa á þættina Herri, ég hef heyrt þetta Þetta er rosalegt já, sko. bara, Hvernig er hægt að banna ykkur að horfa á þætti í svona frítíma? svo getur það náttúrulega ekki Nei. en þú veist, það er greinilega bara eitthvað svona Eitthvað viðmið Svona ekki bara að horfa á þetta, þetta er bara já, vitleysa. já, eitthvað svona, þú veist Þá erst þú bara svona gett cool í þessum skóla bara, nei, ég horf ekki að Gossip Girl. já, einmitt Þétt samt, það er örgulega Og ekki við erum á Íslandi bara, Gossip Girl, langar að vera í Gossip Girl en það var Ég hérna er svo þyrst hérna ein sem talaði fyrir hönd Spenn-skólan sem er á Upper East Side hún sagði árið 2007 að hérna, það er alls konar hliðar á því að vera í skóla hérna á Upper East Side í New York sem að þættinir eru ekki að sína eins og til dæmis allir heimalærdómurinn Já, það gleymdi alveg að setja það inn í þættina já, hún var ósátt með það er það einhver sem ég viljum horfa á. já, já Heimalærdóm. Ég hef verið til að horfa að setjast niður alla dag að læra 4 tíma á dag helst Bara þáttur. Bara það, já. ég lík svona það. Já, já, því við gátum ekki gert okkur grein fyrir því að það væri þættir en ok, nei good to know en svo eins og hérna, við kannski erum ekki búin að minnast á en þessi þættir er skrifað náttúrulega út frá bókum, Já, já. bókum. Og hérna skrifað af Cecile von Siexter En í bókunum er ekki Gossip Girl enda þar? jú, ég held að Já, þá hefði það alveg getað að vita já, það. já, og ég man alveg þegar það var umræði hvað ertu ekki búin að lesa, segist að bókina Já. það veist ekki hvað það er Já, heyrðu muni ekki að því Jú, mér á að Jú, vita. ég man já, eftir þegar fólk er þessu eitthvað svona, þú getur lesa og vita Já. Já. maður er eitthvað svona, ég ætla Mér að lesa langar það Já. ekki I don't read. já, mitt, en hérna höfundubókina, þú veist, hún var með, sko, ógeðslega ána með allt í þáttunum og hvernig það var framleitt og gerst, nema eitt Og hvað er það? hún sagði, ég held að Vanessa sé ein persóna sem þau eyðilögðu Ok já, hún segir, í bókinni er hún kick-ass og með svona raka höfuð og klæðist miklu svörtu og svona allt öðruvísi heldur Já. allir hinir Ok. og hún segir, ég held að margir lesendur sem venjulega lesa ekki úlingaskálskap þekkja og tengja við Vanessu þess að karakterin í bókinni, þú veist, hún átti að vera það mikið öðruvísi að ef þú varst ekki þessi ideal Gossip Girl markhópur, þá tengdur við hana Já. skilja en síðan hvernig hún var sýnd í hérna þáttunum, þá var hún aðeins svo mediocre, þú veist, hún var ekki nógu mikið rebel Nei og ekki nógu mikið, þú veist, Svona, já, eins og Serena, eins og já. þær, já, algjörlega Þannig að henni fannst, þú veist, hún sagði bara, ég hef ekkert á móti hérna, leikuninu eða neitt svoleiðis, það var ekkert á leik. Þetta er leikonan er ekkert, hún Nei. gerði Nei, þetta hún ekkert alltaf svona. bara, þú veist, gerir Nei, sitt bara hlutverk fyrir sem að, handritinu, já, sko. Hún sagði nákvæmlega bara, ég hef ekkert á leikunina eða leikarskapin að setja, sko. En það er bara, þú veist, hún sagði, ég vildi bara Vanessa hefði verið aðeins meira eins og í bókunum. Já. Ok. Þú veist, karakterinn. Bóka samt leðildur að vera hérna Vanessa og vera að heyra þetta frá Eini- höfundinum og eini svona, karakterinn Þú veist, sem hvort er sem sett út á hluti svo Já. mikið, Já,
af aðdáendum Æ, elsku. en já. En það ekki bara að því hún var líka svolítið bara average í þáttunum? Hún var alltaf bara svona, þú veist, hún var ekki nógu mikið þetta, var ekki nógu mikið þetta, bara eins og, þú veist, þeir hafa bara gert þetta vitlaust líka fyrir aðdáendur, sko. Greinlega, þú veist, það hefði kannski hægt að vera með meira ekstrím típu, þá hefði verið kannski hópur sem verið bara, vá, tengi. Einmitt. En ég veit ekki. Síðastu staðreyndin sem með hérna, sem fannst frekar crazy, að meðan þættirnir voru í loftinu, þá var hackað inn á kerfið þeirra og það bara, þú veist, þau lentu bara í brot á gagnagrunninu sínum og samkvæmt Vanity Fair og framleiðinu voru ekkert að tala við þau á 4. sísoni þá þurftu þau bara að ráða inn bara engaspæra, bara engarannsóknarmann til þess að finna hvað þetta var að gerast, hvað þessi gagnagrunninu að leka því að handritin voru bara að koma á netið. Oh my god. Og þið getið ímyndað ekki 4. sísón, það stóðinu þyrstur í að vita hver fucking Gossip Girl. Nákvæmlega. Þannig að þau eru bara panika þarna og því handritin heldur bara áfram að byrtast á netinu kom síðan að því að það var einhver úlingur sem var bara að selja þau á eBay. Oh my god. Var ekki hægt að sakfellan af því að hann var of ungur. Þetta bara úlingur. En í kjölfar út af þessu, út af þessu hökkun, þá þurftu framleiðendur alltaf að prenta öll handritin á rauðan pappír eða með svona X-i yfir. Þú veist, þannig að er raunin ekki hægt að lesa í gegnum þetta og mjög bara með þetta í höndunum. Já, ok. Já, til þess að koma í veg fyrir að þú sögutræðinir myndu spillast Shit. á netinu. En þannig kemur svo óvart að það vinsi alltaf fólk að reyna að hakka inn í það. Kemur svo óvart að þetta var cancelled og að þetta hafi verið lækandi í views og eitthvað. Já, lestu bara bókina. Já. Eða þú ert svona mikið að kreifa nákvæmlega. En þetta er bara, framleiðendin þetta er ekki fyndist það, þetta er samt fyndið því að þau segja sem framleiðendin þetta var svona eins og væri Gossip Girl í kerfinu okkar. Oh my god, já. Það væri eitthvað að leka upplýsingum og þau voru bara, hver? Já, á meðan þau eru að búa til þetta scenario. Oh my god, og það er bara ógeðslega fyndið. He did it. En já, þetta voru staðreyndirnar sem með. Geggjaðar staðreyndir. Já, mjög gaman að heyra svona, þú veist, dýpra einhvern veginn. Já. Svona aðeins að baka við þetta. Já. Svo spurðum við tilboðsgestina. Já. Við gerðum fyrst, ég, svona, þú settir þetta inn. Þú settir inn hvortu Serena eða Blair. Já. Ég gat ekki svona kosi. Ekki heldur, ég kaus ekki, ég gat ekki valið. Nei, það er, þú veist, eins og ég á mínu tilviki, þá ertu bara, fyrir mér ertu bara annarkvort skilur. Já, bara dæhard annarkvort. Á þessum aldri, þegar við erum að horfa á þetta, og við erum að vera 25, og þá er ég bara svona, ég er alltaf eitthvað karakter eins og maður var í teiknumynd og ég var alltaf Blair þannig að mér langaði bara svona að vita að þú veist, það var nokkur sem senda á okkur bara, ég get ekki valið, hvað meinur þau? Ég er bara svona, ok, fyrir þá sem geta valið en ég gat það ekki, en ég sammálaðir þegar ég horfði á þetta þegar ég var yngri, þá var ég bara manneska en svo þegar ég horfði á þetta aftur, þá hef ég svolítið verið að tengja við þær í mismunandi sísoni sammála og ég held að það sem er búið að rústa mér að því ég er búin að horfa á þetta aftur en þegar ég var yngri, það var það sama, þá var það bara Blair. Já, ég vildi líka alltaf vera Blair þú veist. Þannig að við erum alltaf Blair megin þar. Í rauninni, já. Í gamla daga. En mér fannst bara þessu Serena svo pirrandi sem hún alltaf bara svona Já, maður rosa mikið svona eitthvað svona vandræði. Já. Lappa bara í burstu bara allt í einu var svona eins og maður sé svona TikTok hún var alltaf að fara eitthvað hún var alltaf mætt og svo fór hún Blair alltaf bara, what the fuck og ég tengi bara ekki við svona ótrúlega unstable manneski og ég bara svona, nennir bara að vera með vinkoninu eða sem Blair vildi vera vinkonannar og vera, en hún var alltaf bara að stinga henni í baki þannig að ég var bara svona alltaf eins og sagt hana nokkur sinnum í þáttunum þá bara, yes, everything comes easy for Serena Vanderwoodsen og það bara einhvern veginn var þannig hún bara fekk einhvern veginn allt upp í hendurnar en hélt síðan að hún væri að vinna fyrir öll það var ósláð að fyndi þetta var alveg og það var svolítið mikið þannig fannst mér en fyrsta spurningin sem ég spurði var hefur þú séð Gossip Girl? Og það var 77% já Ok, 23% nei 77% tilboðsgestum geta hlusta á hana þátt það er gott hinnir er að fara að horfa finnið þetta, látið mig vita hvar þið finnið þetta og horfið en svo gerði ég ykkar favorite og mynd af Blair og Serenu og þessi myndataka þar sem þær eru hana í blám kjól og rauðum kjól nei sko, ég var bara við bestu vingar mín þeim tíma, við erum bara að taka svona myndir núna, þú er bara lítið hárið ljóst you need to get the shot já, bara í blám kjól, ég bara, við erum að taka eins og þetta var svo gæð mikið svona með ís og ég var bara þetta var ógisla sætt myndataka svo er það bara ekki vinkonur farið svona myndatöku þetta er svo gal þetta var ekki Gossip Girl þannig myndataka, þetta var á okkur vegum okkur blaðið eða eitthvað já, við erum eitthvað viðtal við það en já, og ég gerði Blair eða Serena og það er, hvað heldur það sé? Ég veit það ekki ég held að sé frekar,
Já, Ég held að fólk rosa velji- jafnt. Það er einhver eitt sem er að vinna. Held að Serena sé yfir. Það? Já. Ég held sér Blair er meira relatable, finnst mér. En það er rétt hér. Að það? Já. Blair ok. er 54%, Blair 46% Serena. Ok, það er nú ekki Ég kíkti á einhverjum tímabúti í gær mikið. og þá var Serena yfir, þannig að ég held að vera Já, ekki yfir það. allan Já, tíman, ok. sko, til að byrja með. Ég var bara, what? Blair kom sterk inn í lokin bara. Já. Ok. Algjörlega. En svo spurði ég, hvert er ykkur uppáhaldspar? Já, og ég tók saman vinsælustu svörin. Ok. Gott. Að Það eru svo mörg Já, svör, sko. það er svo mörg svör. Ég var líka bara svo mörg áfalli. pör. Já, Áfalli. af því það er mjög volið, þetta er svo mikið variation. Sérðu hvað gæinn er lítill? Vá. Ég er bara Já. í sjokki. Vá, hver En ánað að lang- hafa öll svarað. Já, en lang vinsælustu svarið með uppáhaldspari Blair og Chuck. Já. Veistu, við gátum, Sammála. gátum gefa eitthvað það. Það var svona actually eitthvað sem var genuine love Já. í gegnum. Hitt var svona Já. stundir bara svona, já, þú Bara single. svona Já, feeling. já. Já, Einmitt. algjörlega. Og maður var eitthvað rooting for þeim en samt eitthvað svona, nei, en ok, eitthvað. Það var, já. Næst vinsælasta svarið var Nate og Serena. Oi. Já. I can't relate, sko. Nei. Ég samt, sko. Já, ég er alveg Þau voru samt alltaf gæskotin í hverju. Já, ég er alveg lúmskur fan af því að hérna þau voru það, þú veist, Nate var alltaf Já. bara Alltaf svo hrifin af henni, já. Og Þannig að ég sé alveg hvert þau eru að fara með þetta, sko. En hún vildi svo mikið vera vinkonu Blair, hún alltaf svaf hjá Nate þegar þau voru saman. Já. Hún og Blair. Já, það má ekki glemma því, sko. það gerist líka bara fyrsta. Já, ég var svona... þegar- új, já, þetta, var svona... þetta býr til alveg smá svona trust issues Já. en maður horfir á þetta við komum aldrei Besta vinkonu. Ég var Já. bara... og kærastinn. Oi, Serena. Svo ljótt. I can't Já. with you, sko. Og þau bæði einhvern veginn, Já. auðvitað. Já, Nate Hann- náttúrulega faldi þetta Já, fyrir hann er Blair alveg í engum skárri. ári eða eitthvað, Já, sko. nei. Engum skári. Svo er hérna svona þriðja seti og Serena og Dan. Þú veist, Ég minnst það skára. Já. Af því það var eitthvað svona... það Já, var já. líka í gegnum alla Já, seríu. já, það var það, sko. Auðvitað er það frá lenda lista, skilur. Það er Já. alveg Já. sumir sem fíluðu svona, þú veist, hennan gæja sem átti að vera svona get ground, þú veist, Svona groundaður, outsider er líka bara, já. með eitthvað svona partískvísu, skilur. Svo var líka mjög vinsælt að fólk sagði Lily og Rufus. Æ, mér þykir svo væntu en þau voru samt svo toxic. Já. Mér fannst það bara svo skrítið. Já. Já, mér líka. Og Þetta er líka foreldrar Dan, þeirra. Já. Dan og Serena að deyta. Ég segi Þau það. náttúrulega voru að deyta áður og áttu Já. bara saman og... Já. Já. Já, þau áttu náttúrulega, hérna, elsta barni þeirra beggja var saman. Já. Hann heitir Scott, minni mig, Ég man ekki hvað hann heit. og var ættleitur Einmitt. og kemur svo aftur randominn og er mjög stutt, sko, en hann kemur Já. hérna. Bara mikið reyngilega sens. Nei. En það voru svona, svo önnur svör sem voru sendin. Það voru margir sem voru fan náttúrulega af Eric og Jonathan. Já, Æ, cutie. Já. þeir eru svo sætir. Blair og Louise. Nei. Sumir sögðu að þið væri alveg til, já. Það var svo forced eitthvað. Já, það var svo, Sammála? oh my god, hann var bara líka svo vondu við hann leiðu þau giftu sig Já. hérna. Og hún var bara svo skotin í tjökk allan tíman. Ég var bara hættu með honum. Þú veist, Já. fyrst skipt ég horfa á þetta, ég var bara leave. En það eru greinilega svo ógeðslega margir bara einhvern veginn, fólk er með svo mismundi skoðandir að kemur þessum þáttum. sem er geggjað. En Jenny og Nate var líka par sem var minnst á sem uppáhaldspar. Hjálp. Nei, það er bara, það hefði aldrei átt að gerast. Nei. Bara allir aðrir, sko. Það var hræðilegt par. Vanessa og Nate frekar, sko. Einmitt, sko. Nei. Jú, frekar en Jenny og Nate, ég fílaði það ekki. Já, reyndar Af því samt Jenny frekar. var svo eitthvað og svo svo var hún skrítið. svo að reyna að skemma fyrir Serena Já. og Nate þegar þau voru, þú veist, saman og, Það var alveg út af það, sko. og hann var alltaf bara, horfði bara á hann sem út krakka Já. og ég, nei, I can't. Svo spurðum við pör sem þið fannst ekki vera málið. Og lang vinsast að svara Það er þar. að vona að sé Dan og Blair. Hvað var Hvað það? var Æ, veist, það er bara, sorry, bara hvað voru eftir að þær prúfa fucking allar leikja? samsetningar. Já, þau urðu. Þau urðu bara They að pröfa had allar. to, sko, já. Þetta hefði bara Þau aldrei átt að pröfuðu gerast. aldrei Serena og Chuck. Nei. Þau voru líka stjúpsískinni þarna, Já. Já. þú veist, en jú, Dan og Serena vissulega líka, Já. en hérna það var En það náttúrulega var gerist, eftir á. já, ég Já. segi, þú veist, þau eru, já, En það var eina samsetning sem við pröfuðu aldrei. já, En þetta er jafn glórulust. ég held að þau hafi líka Að bara því að líka bara vita, Blair despætaði Dan allan tíman. Það bara, það var Og allt sem hann stóð fyrir. Já. Já. Það var bara svo úr Já. karakter fyrir þau bæði. já, Þú voru bara pirrað. já, þau var var svo ódegi ógeð. hvort annað, sko, það Nei. var mutual, Já, skilur. bara, já, allan Já. daginn. Bara þau þóldi í hvort annað. Og svo Já. bara, ég var bara svona, nei, ég slekka á þessu. Já, mega engan sans, Og sko. sumir sem voru sendin þetta svar voru að segja bara að þetta eru þættinir sem ég skipaði. Já. Bara Ég ég er sammála. hætti Ég bara fílaði það ekki, sko. Næst vinsalasta svarið þar var Nate og Jenny.
Já, sammála. Já, sammála. Svo var Blair og prins Louis. Já, sammála. Ég þoldi hann ekki, ég veit ekki, Nei. kannski að því ég vildi bara svona mikið sjá hana með Chuck. Ég veit ekki hvað var. Nate og Vanessa líka hana. Það er bara næst á lista, það er Vanessa og Nate og Vanessa og Dan. Georgina og Dan. God, hjálp, hvað var það? Hann var bara eitthvað, hann held að hann var eftir barnið og eitthvað. Já. Nei, þau voru ekki par þá, þau voru bara co-parenting Já, þá, sko. alveg. En hann, þau eiga eitthvað smá fling, Fáránlegt. ógisla sérstakt, Það er bara eins og Dan sé alltaf að reyna. Hann vil bara svo mikið komast inn. Já, og hún er meila sama hvernig. Já. Hann bara, hann er bara alltaf að reyna. Svo í svona Új, já, Jenny og Chuck. Það er 7. sæti. Já. Chuck og Jenny. God, ég var svo reið út í Chuck. Fáránlegt. Já. Nate og Blair, það er margir sem finnst það bara ekki vera málið. Ég er sammála, sko. Já, ég er alveg sammála því líka, sko. En það er líka sem margir sem skrifa hann Serena og Nate, sko. Aha, Já. mér fannst þau alveg sætt. Það er svona, nei, ok, ég er komið versta parið. hvað? Charlie og Rufus. Já. Það er versta parið. Já! Cousin Charlie, Já. hjálp. Ég get ekki neitt. Og svo var frænka Serenu, þannig sem var ekki frænkuna var að nota ömminar og... Já. Já, þú veist, ég man ekki hvernig hún tengdist þessu. Nei, hún er, she was a, þú veist, svona, hvað heitir það, con artist. Já, svona hún var svikari. ráðin til að koma inn af, hvað heitir systrina Lily? Man það ekki. Oh my god, ég man ekki hvað hún heitir, en allavega hún var að þykjastura dóttir hennar og hún var að borga henni fyrir það. Alveg rétt, alveg rétt. En svo átti hún aðra dóttir sem kom svo inn alveg seinna rétt, og svo er hún systir Serenu. Já. Ok, ef fólk er ekki búið að horfa, það er bara, hvað er það? Það er bara, hvað Þetta er svo random, sko. Svo er eitthvað sem myndist á parið Nate og Juliet. Mannski eldri konan. Nei, Juliet er hérna ljósherða hérna sem vildi líka svo mikið komast inn. Eldri konan var hérna... Já, hvað hét hún? Hún hét hérna Catherine. Nú, Hún var hérna Duchess. Já, Juliet var það sem hinn sem vildi komast inn. Hún var... Má ég sjá hana? Ertu með mynda hana? Já. Já, þessi Já, þetta er mér fræ leikona. Já, hvað heitir hún aftur, mástu? Nei. En ég veit, Og í hverju leikur hún líka? Ég hef séð hana samt, Já, í mörgu. Já. Svo eru sumir sem sögðu að Lily og Bart. Það hefur verið par sem var ekki málið. Saman. Já, ég fílaði hann smá svona. Já, líka, ég var ekki að segja að hata Nei, þessu. þau voru bara, þú veist, hann var bara, þú veist, Ég vildi bara hann væri með henni, af því hann var eitthvað svo evil, hann var bara pínu góð með henni, en ég var eitthvað svona, hann er bara Ég með var henni. minna vett við hann þegar þau voru saman. sammála, hún náði hann einhvern veginn svona niður, Já. sammála. Og þá líka var Chuck og Serena sískinni, mér Já, var það svo mér það krúllegt. var Og Blair skemmtilegt. heima hjá með Serenu, Já. eitthvað svona flörta við Chuck, mér Já. finnst þetta mjög, já. Ég elska Chuck að þegar- vakna gett eitthvað Já. svona, og hún eitthvað, hvað er að þér, stjúbræðir? Já. Nei, ég elska það þegar þau voru sískinni, sko. Já, ég líka. Það er svona þeirra samband gekk kjút. Og það var bara í fyrstu sérinu og svo það búið, og maður bara, nei! Já. En samt voru þau svona smá. Já, Lily er Já. náttúrulega ættlegir, Chuck. Já. Það má ekki Já, glemma þeir því, voru sko. alltaf svona, þú veist, náinn eins og sískinni. Já, og Chuck bjó heima hjá þeim líka alveg eftir að Já. Bart dó. Já. Dó. Lét sig hverfa í smá. En já, þetta voru svona algengustu svörin þótt og náttúrulega fólk sendi inn alls konar samsætningar. Já, Hver var já. William? William Það og pappi Serenu. Já, alveg Hann var með hverri, hann var líka Lily. með Charlie Ivy. líka. Já. Ivy, Já. það er Ivy, Charlie. já. Já, þetta Oh er my náttúrulega God. bara orðað allt flóki, sko. Já, já. Hún hefði náttúrulega tvö nöfn og Já, þegar hún hún var þykist fyrir já, hennu. hún var með William þegar hún var að þykist vera með Rufus. Það var eitthvað svoleiðis, hún var eitthvað að Svo þykjast skrítið. vera ástfangin af Rufus og ég man Já. ekki af hverju núna. Nei, ekki heldur. Það var eitthvað twist eitthvað. Jú, hún var að reyna að skemma fyrir hérna Lily. Það var Já, eitthvað þegar hún svoleiðis. hataði Lily. Já, hún hataði Já. Lily og Já. William líka þegar hún fór frá honum með eitthvað. Já, en Já, svo þau voru vildi þykjast deyta, já. William og Lily byrja aftur saman. Já, svo var William bara ástfangin af Lily allan tíman. Þetta var, Já, hann þetta var Já, hann var að fucking Charlie. Þetta er Já. bara, ángast þetta er sko svona bold and beautiful fyrir okkar tíma, sko. Já, Ángríns. alls Þetta er bara svolítið, soap sko. opera. Þetta er bara það. Já, Ángast. Við erum að horfa so Semi. Já. Þetta er bara sem Þetta er það teenage mikið soap. bull, sko. Já. Já. en svo Vá, ég alveg árið pældi í. 2021, núna í ár, ásast að koma remake Já. með öðru kasti. Já. Þetta er samt, er því átt ekki verið að gerast, skilur á sama stað, þetta er ekki Jú. remake. Nei, Þetta er ekki sömu karakterar. nei, þetta Já. eru aðri karakterar. Hvað heitir þetta? Þetta heitir ekki remake. Reboot. Reboot, Já. já, sorry. Og hérna, þetta á að gerast núna 8 árum eftir að Gossip Girl síðan verður sem sagt bara, þú veist, þeir vita hver Gossip Girl er. Og þetta er nýja kynslu af úlingum í New York og það verður rosa mikið samfélagsmiðlum og svona inn í þessu sem að mér finnst mjög áhugavert. Ég er alveg spennt að sjá svona Þannig að það verður þetta flott. Já, þetta verður bara annarkvort þetta verður bara annarkvort. Er
Er þetta sömu writers? Já, þetta eru sömu og Kristen Bell sem er rödd Gossip Girl núna, hún verður áfram röddin Ok. og Samþykja Tek þetta. því. og þetta verða þess að 10 þættir segja þér, klukkutími í senn og upprunalegu karakterinir, að þú veist karakterinir í þessum þáttum núna sem við erum að tala verða nefndir, þannig að þau munu, þú veist Já, Nate og Serena, Serena. Nate, Chuck, Blair, þau verða nefnd, en bæði Blake og Chase Crawford eru búin að taka fyrir að koma fram í þáttunum. Þau segja bara nei takk. Ég held að það væri fólk. Nei, þau eru bara búin að taka fyrir það. Þau vilja alls ekki. En þá eftir að, þú veist, það er ekkert komið í ljós með restina. Spennandi. Ef Chuck Bass kemur, þá er ég að fara að breyta hringitónum mínum. Ég bilast, sko. Oh þú veist, þá er hann bara pappi, þú veist, þau eignuðist náttúrulega barn og eitthvað, hann þá er hann bara pappi kannski eitthvað á krökkunum sem er, þú veist, verið að targeta núna. Þá var barnið 8 ára svolítið. Já, hann ætti raun að vera það. 8 árum eftir á. Já, jú, auðvitað. En ég samt í eftir á, hann kom svona eftir, þá var barnið alveg orðið svona 4-5 ára. Já, það kom eitthvað smá svona, hann var kannski bara early eins og Chuck, þau voru allir í byrjun, þau voru bara krakkar í byrjun. 16 ára. Voru ekki eldri? Nei, yngri segi ég. Það held aftur að vera með þetta svona. Já, það geti verið, já. Fannst þau bara svo unga allir, svona þegar maður horfir núna. Jenny var örugglega svona 13-14, já. Hún getur ekki verið mikið yngri það. Nei. Nei, hún er ekki 12 ára eða eitthvað. Nei, hún er skrýð. 11 ára, ég veit það ekki. Nei, hún hefur verið svona 13-14, já, pottet, já. Svipum aldrei við vorum þegar við horfum á þetta. Og við vorum bara, oh my god, Jenny, hvað er það? Þú ert ekki heima, þetta alltaf lítið. Já, elsk. Þetta var geggjað. Ógeðslega gaman að taka Gossip Girl. Já, takk fyrir að koma að þetta með okkur. Já, bara ógeðslega gaman. Ég er alltaf til að tala Gossip Girl, sko. Já, elskum að fá fólk sem svona veit hvað að tala. Já, þú veist hvað að tala. Já, ég veit hvað að tala þegar kemur að þessu, sko. Ég er búin að horfa Engin sem veit það betur. Nei, ég held ekki, sko, eða fáir allavega. Þú veist líka með svona fílaminni. Já, ég man allt, sko. Já, fárlega gott minni. Já, ég er mér óskott minni. Ég má alveg eiga það. Já, mátt eiga það. Takk. Ég byrst það hrikalega. En það var gott að hafa mig. Ég get það er ástæðan okkur í fengu. Ég segi það. En bara takk æðislega fyrir að fá mig. Mér finnst alltaf gaman að koma og gaman að vera fyrsti gesturinn sem kemur tvisvar. Já, það er bara ákveðin honor. Og ekki senn skipti. Og ekki senn skipti. Þeir eru ekki búin að sjá nóg að mér. Ég get alveg lofa ekki því, sko. Alls svoleiðis. Herru, við sjáumst næsta þetta.